Viðræður EFTA og Evrópubandalagsins sameiginlegt efnahagssvæði hófust á árinu. Að ræða viðameiri og flóknari samninga en íslensk stjórnvöld hafa áður tekið þátt í. Markmiðið að semja aðgang EFTA að innri markaði EB sem stefnt að í lok 1992. EFTA-ríkin telja sig komast hjá yfirþjóðlegu valdi sem fylgir aðildabandalaginu með því að tengjast efnahagssvæðinu og EB vonast til að slíkt svæði komi í veg fyrir aðildarumsóknir EFTA-ríkjanna alveg á næstunni. Grundvallar ágreiningur hefur verið ákvarðanatöku en EB hefur alfarið hafnað aðild EFTA-ríkjanna að ákvörðunum sem gætu haft áhrif innan bandalagsins. Lausn ekki sjónmáli og því stefnir í að Svíar, Norðmenn og jafnvel Finnar og Svisslendingar sækju aðild að bandalaginu. Af hálfu EFTA hefur fiskveiði hagsmunum Íslendinga gagnvart EB verið fylgt á eftir með kröfu fríverslu með sjávarafurðir. Bandalagið hefur hafnað henni. Máli var rætt við Frakklandsforseta í opinberri heimsókn hans til landsins í sumar og hann sýndi sjónarmiðum Íslendinga skilning. Fiskveiðistefna bandalagsins hefur verið talin útiloka aðild Íslendinga að því vegna þess að hún feli í sér sjálfkrafa og óhindraðan aðgang fiskveiðiflota þess af íslenskum fiskimiðum. Dr. Gunnar Helgi Kristinsson lektor hefur hins vegar haldið því fram að þessu sé þveröfugt farið. Íslendingum yrði auðveldara að tryggja fiskimið sín og aðganga mörkuðum EB með aðild en utan bandalagsins. Þessi túlkun hefur verið staðfest af sjávarútvegsráðherra Þýskalands. Framtíðartengsl Íslands við Evrópubandalagið gætu orðið kosningamál. Formaður Sjálfstæðisflokks hefur lýst yfir nauðsyn þess að hefja umræðu hugsanlega aðildarumsókn. Ragnhildur Helgadóttir flokkssystir hans lýsti fyrst þingmanna yfir á Alþingi að Íslendingar ættu að sækja aðild að Evrópubandalaginu. Forsætisráðherra segir aftur á móti það vera hið versta sem fyrir Íslendinga geti komið. Eigi að síður ríkisstjórn undir hans forsæti að semja auka aðild að Evrópubandalaginu ásamt samstarfsþjóðunum í EFTA. Viðræðum EFTA og Evrópubandalagsins myndun sameiginlegs efnahagssvæðis lauk ekki á árinu. Óvíst hver niðurstaðan verður og ef til vill gerðu EFTA-ríkin sér of miklar vonir í upphafi eða eins og fréttamaður sænska sjónvarpsins í Bryssel orðaði það í byrjun ársins. Lite tillspetsat kan man säga att EFTA-länderna vill ha mer rättigheter och mindre skyldigheter än vad EGs medlemsstater själva har. Detta kallas ibland för att EFTA vill försöka åka första klass på barnbiljett.